Verið velkomin til Króatíu. Ég verð hérna með ykkur Jón Bjarki og með mér Hreggviður Ólafsson. Og ég. Time takes. Fer hann flatur hérna í gegn? Það er spurningin. Nei, það gerir hann gerir það ekki. Ási með 36-6 því miður, þá hefur búið að bæta póltíman frá því í gær. Ási hefur verið felldur. Herðu, Ívar komið með helvitis tíma á brautina. 1:36.2. Óli búinn að fella hann. Óli leynir á sér. Hann konið með kalda 1-2. 1:36. Djöfull. Annars ætti, það munar ekki miklu á milli þeirra. Nei. Ívarinn komið fyrstur. 8-8, þetta er ágættur tími hjá honum. Hálfur tími. Maður með Gretar að redda auðvitað að læka þetta. Já, like and subscribe. Like and subscribe. 1:35. Haha. Þetta er innan við einum. Topp 10. Það er sekúnda, það er innan við sekúndu frá þeim. Já, þetta er alvöru. Ívar nær góðu starti, en BMF-in er ekkert frábæra stað. Þeir eru 3 white þarna. Já, þetta fer nú afskaplega, þetta fer afskaplega vel á stað. Ási er komin í fyrsta sæti. Með innri línuna í næstu. Með innri línuna, já. Já, Tekur þetta, já. Nei, jú. Já. Jói að taka hérna Jóhann Hauk og Gunna. Já. Það var ekki flókið. Nei. Segi ég. Þeir eru aðeins að slíta sér frá hérna. Ef við þá ekki bara kíkja á startið aftur. Þetta fer allt saman þetta rosa fallega af stað. Sjáum hérna hjá honum Ása. Hann fer hérna. Já, hann tekur ytri línuna á Ívar og heldur henni bara. Þá getur hann fær innri línuna í næstu beygju. Þetta er bara rosalega snirtilegt hjá þeim. Sjáðu. Hann fer svolítið hægur í gegn. Hann hefur slegið af til að klessíkja vegginn. Herðu, sponsarnir eru Autocenter. Þeir útvega öllum verðluna gripum, bikurum og hérna þáttökum medaljum fyrir alla deildir. Þessi Classic Detail, þeir hérna eru með vörur til að þrýfa bíla, meðal annars Chemical Guys, þrifnaðarvörur fyrir bíla. Dogobit, þeir eru leiðandi í rafrænum undirskriftum. GT Akademían, það þekkja það allir og ferð þarna og keyrir hjá þeim. Hamborgarabúlan, Kaldi, við erum búin að plugga því. Kraftey, þeir selja stöf, meðal annars skó held ég. Lavasjó, MS, þeir eru með mjólkina og skýri vörur og slíkt. Verkfræðistofa Reykjavíkur, þeir gera verkfræðistofu hluti býst við. Verkfærasalan, þeir eru með Milwaukee, Ryobi og fleira. Og Yamaha á Íslandi, það eru allir sponsornir. Já, Jói er með miklu betra exit í þetta. Já, Ingi gefur þetta bara eftir. Herru, Andri er að make a move hérna, maður. Nei, Jökull heldur þessu. Nei. Úff. Herru, missi bílinn á það. Missi bílinn aðeins. Andri kominn hliðin á honum. Andri kominn á undan honum. Æ, kominn aftur fyrir aftan. Nei, herru. Andri kominn undan. Þeir eru hlið við hlið. Þennan tíma, þetta er svo hægt, sko. Jökull vill fara held ég innan við núna. Er hann að, nei, sýnir sig. Æ, pitti á báða. Fara báðir inn í pitt. Óli fylgir eftir. Ívar líka. Hvað gerir Gunni? Hann fer inn í pitt. Ási tekur mikið bensín. Agnar er komin í fyrsta seti, verðskuldað.
Andri kominn þarna á hörðdekk. Þannig að hann greinilega að fara medium hard, sennilega medium. Jökull kemur út á hörðum líka. Ætli Agnar hleypi nú ekki í jökli, þeir voru nú liðsfélagar í fyrra. Já, hann hleypir hana bara, easy. Snýstu það að gera með þetta bara í tímalega? Já, þetta snýst ekkert alla. Hún verður að slá 8 í hug óvinnana þeina. Það bara sluðis. Já. Gunni tekur Jóa nokkuð auðveldlega, Jói var nú ekkert að gera hann erfitt fyrir. Já, Doddi fer í vegginn, missi bæði Ívar og Gunna fram á sér. Ég er alltaf að segja þetta. Ef þú ætlar að vinna, þá klessur það ekki á vegginn. Gunni kominn fram úr Ívari, mistum að því. Hann slætar aðeins, hann missir bílinn aðeins. Við höfum ekki tíma til þess að skoða neitt annað, nú erum við bara fastir. Já, nú erum við að þessu. Hann er kominn undir 400.000. Þetta eru uppáhaldsbeygjurnar hans Ása. Hann segir það alltaf, þetta eru uppáhaldsbeygjurnar mínar. Jökull aðeins út í vegg. Ég skal alltaf komast upp með þetta. Kíkir, já. Já, fer. Já, fer. Hlið. Þetta er gríðarlegt. Nei, Jökull með aðeins betra exit. Nei, voru þið saman. Þeir fóru saman þarna. Þeir eru ennþá saman. Þeir eru hlið við hlið. Jökull aðeins fyrir framann. Snerting. Ég sá það ekki. Já, það var smá snerting. Þeir gefa þetta ekki eftir. Hann heldur öðru setinu. Þetta er rosalegt. Djöfull eru þeir góðir í þessu maður. Já, Ási fer. Þetta er nákvæmlega eins og ég þarf að fara hérna svona. Já, Ási er kominn, læna og láta að stikka. Hann er kominn fram úr. Nei! Hvað gerðist þarna? Hvað gerðist þarna? Sjáum hérna. Ási er hérna, hann er bara í síðustu beygjunni. Þeir þurfa alltaf að taka fullt af bensíni. Ási er líklegastur held ég núna, en Andri er alveg við hann og Andri kemur út á medium. Ef að Andri kemst fram úr Ása, þá verður Ási að halda sér í við hann. Andri kemur hérna, sýnir sér vel, er á utanverðu. Þeir er alltaf hlið við hlið. Smá snerting. Andri er komið fram úr á rosalegum stað. Óli er alveg að ná honum í jökli. Þetta er búið að vera svona núna í 2 hringi. En það eru bara 5 hringir eftir. Þetta er búið að vera. Og Andri er kominn í 2,7. Nei, Jökull! Þetta hlýtur að vera að loka allan. En Jökull er vantarlega ennþá í baráttunni um stórmeistarann og með þessum úrslitum þá er Óli að taka fram úr honum. Hann er kominn í mark. Sorry, mistum að þið, Ási. Fylgjum sem þessu við þetta. Jökull er komið fram úr. Það var easy. Síðasta beygjan. Það var Haukur Ingi næstur. Jói Egils í 8. í frumraun sinni í úrvalsdeildinni. 8. er nú ekki slæmt. Jóhann Ingi 9. Gunni 10. Ég hugsaði náttúrulega, að því Óli fór fram á mér náttúrulega í startinu og ég reyndi eitthvað þarna smottir inn í held ég rétt fyrir S-beigurnar, en svo hugsaði ég minna að við erum saman í liðir, förum fyrir eitthvað saman í gæðina fyrir framann sko. Já. Þannig ég dró með þess aftur og sem sagt bara fór fyrir aftan hann og... Þetta var hrikalega góður kappakstur og já, það er gott. Hefur ekki bara endað þetta á þessu og fara sáttir að sofa? Jú. Ekki? Segjum það. Þetta var glæsilegt. Þá þökkum við fyrir og til hamingju áttur. Takk fyrir. Herrum, þá sjáumst við eftir 2 vikur á Suzuka. Það er líf. Tja.